Sest hjá mér Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Við ætlum að fara aðeins yfir verkfall sjómanna sem nú hefur staðið yfir í 2 mánuði. Þorgerður, velkomin. Takk. Þetta nú ekki svona rólegir hveitibrauðsdagar sem þú færð í ráðuneytinu. Þetta hefur verið svona kannski einkennt þínar fyrstu vikur, þetta verkfall sem staðið yfir lengi. Já, ég svo sem ekki að biðja einhverja hveitibrauðsdaga. Þetta náttúrulega risaverkefni sem þarf að leysa og þetta náttúrulega tímabundi verkefni. Vonandi að það leysist líka sem fyrst. Það eru önnur stór verkefni og brýn líka sem að bíða í ráðuneytinu. En eftir stendur að þetta mjög erfið deila og skýrslan sem að ég kynnti núna strax eftir klukkutíma eftir ég fékk hann í hendurnar að þá ákveði að setja ekki á henni, heldur setja hennar strax í loftið til þess að draga einmitt fram þau miklu áhrif sem þjóðfélagslegu áhrif sem verkfallið hefur. Sum eru afturkræf, önnur ekki. Og það náttúrulega alvarlegt að sjá hvaða áhrif verkfallið hefur á hinar dreifðu byggðir, sérstaklega í landinu, byggðir vítt og breitt um landið, hvort sem það Snæfellsnesið, Norðurland og Austurland, að þá kemur það mjög illa niður á þessum sveitarfélögum. Já. Þið í ríkisstjórninni hafi talað tiltölulega skýrt það hinga til að ekki komið til greina að stíga inn í þetta á þessum tímapunkti og Þorsteinn Víglundsson og Þórdís Kolbrún, ráðherra í ríkisstjórn með þér, voru svona nokkuð skýr það líka hérna áðan. Hvað í rauninni getur það vara lengi? Hvað sérðu fyrir þér? Þessi skýrsla náttúrulega nokkuð svört eins og allir byggust við. Þetta dýrt, þetta þjóðfélaginu mjög dýrt, þetta grunn atvinnuvegur okkar. Hvenær verðið þið að segja, já, við getum ekki haldið okkur til? Já, ég held að það náttúrulega svolítið skrítið stundum að heyra stjórnmálamenn, sérstaklega þá sem hafa verið í ríkisstjórn að kalla eftir alls konar viðbrögðum þegar menn vita það að ráðherra stöðugt í sambandi við deiluaðila og ég held að sé ekki heppilegt að þau samtöl séu beint sett í fjölmiðla. Það alveg skýrt af hálfu til að mynda sjómanna að þeir vilja ekki neina lög á verkfallið, að menn leysi það þannig eins og hefur verið gert á 7 sinnum af 15 sem að ríkið hefur gripið inn í og ég held að sé mjög óheppilegt að ef við ætlum að setja lög núna á verkfallið til þess að stoppa það, að þá erum við ekki að leysa neinn verkefni til lengri tíma, heldur kannski einfaldlega bara pissa í skóinn okkar. Þannig að ég tel núna mjög mikilvægt að deiluaðilar, annars vegar sjómenn, stétt sem við berum alveg ótrúlega mikla virðingu fyrir, menn sem eru grjóthörðu starfi, eru að vinna fjarri fjölskyldum sínum og við bara Íslendingar elskum, dýrkum og dáum, annars vegar sú stétt og síðan erum við með útgerðarmenn. Það má margt það segja, en þeir hafa byggt upp framúrskarandi sjávarútveg sem svona fyrirmynd annarra þjóða og ég hvet þessa deiluaðila núna bara að fara inn í vikuna meðal annars með skýrslunni í huga en líka það sem stendur ekki þar. Og það eru félagslegu áhrifin á einmitt fjölskyldur fiskverkafólks, fjölskyldur þeirra sem hafa byggt til dæmis upp framleiðslu, lítil sölufyrirtæki, búnir að missa markað erlendis. Það eru þessi félagslegu áhrif sem ekki síður alvarleg og þung og þess vegna hvet ég þessa ágætu deiluaðila til þess að hafa þetta hugfast núna þegar ný vika byrjar. En einhver aðkoma ríkisstjórnarinnar í svona skattalegu tilliti, það hefur verið náttúrulega rætt sjómannaafsláttinn, það hefur rætt hvort það eigi að innleiða eitthvað dagpenningakerfi. Hver þín afstaða hvað það var? Já, mín afstaða svo að nú erum við einstöku tækifæri til þess að gera skattkerfið einfaldara. Við erum öll að tala að fara eftir tillögum meðal annars samráðsvettvangum aukna hagsæld. Við eigum að einfalda skattkerfið, ekki flækja það, ekki réttlæta sértækar aðgerðir inn í þetta verkfall sem hafa einhverja fyrirmynd sem ekkert sérstaklega góð. Þannig að ég tel miklu frekar að við til lengri tíma litið eigum að búa til almennt kerfi dagpeninga, fæðispeninga, en ekki að reyna að leysa deiluna með þeim hætti sem verið að krefjast. Og það verið að krefjast beint að ríkið koma að því að styrkja sjávarútveginn. Og ég held að það sé pínlítið öfugsnúið, Fanny Birna, þegar krafan meðal annars fyrir kosninga var svo að útgerðarmenn greiði sanngjarnt, aukið afgjald fyrir það að nýta okkar sameiginlegu auðlind og nú síðan krafan það að ríkið að koma að styrkja sjávarútveginn. Ég bara ekki sammála þessari nálgun. En það ósanngjarnt af meðal annars framkvæmdastjóra SFS, Heiðrún Lind Marteinsdóttir, hún talar það að þetta sé ósanngjarnt og Sigur Ingi talaði það hérna áðan að til dæmis flugliðar, flugmenn og
þeir fá sko dagpeninga, af hverju eiga sjómenn ekki að fá dagpeninga? Já, þetta er mjög skiljanleg nálgun af því það er mjög sérstakt dæmi og eins og ég gat áðan, ég held að það sé ekki heppilegt dæmi. Þetta er dæmi sem er tilkomið 1986 að mig minnir, þegar eitt fyrirtæki sem var með miklu stuðningi ríkisins var í erfiðleikum. Þetta var hluti af því að reyna að leysa fjárhagslega erfiðleika. Ég horfi ekki á útgerðina í dag í miklum erfiðleikum, fjárhagslegum erfiðleikum. Þannig að ég hvet menn til þess að reyna að hverfa frá þeirri hugsun að ríki komi með sértækum hætti inn í útgerðina með því að ríkistyrkja og við megum heldur ekki gleyma því að við Íslendingar erum á erlendri grundri sérstaklega, við erum að berjast fyrir því að sjávarútvegur allan heim á grunni sjálfbærniviðmiða Sameinuðu þjóðanna, á grunni Alþjóðaviðskiptastofnunar, síðar á árinu verði á fundi með öðrum fiskveiðiþjóðum. Þannig að megin krafa okkar, ein stærsta krafa okkar Íslendinga er að aðra þjóðir hætti að ríkistyrkja sjávarútveginn. Það er mikið prinsippmál og mér þætti vont í tengslu við kjaradeilu og við færum frá þessari stefnu sem hefur styrkt okkar ímynd Íslendinga á erlendri grundu. En ég segi líka og ég spyr, við skulum horfa á það, ef að menn vilja að ríkisvaldið, stjórnvöld komi að því að með einhverjum hætti að leysa deiluna, þá vil ég gera það í gegnum almenna reglur, almenna nálgun. Og núna erum við með þessa skýrslu sem að sýni það að meðal annars að hérna dreifðu byggðir landsins, þær eru að verða fyrir miklu tjóni, tilteknir bæir. Þá vil ég miklu frekar nálgast að þannig að það fjármagn sem er verið að krefjast af hálfu ríkisins fari það að styrkja almennt frekar hérna dreifðu byggðir landsins heldur en að niðurgreiða laun útgerða til sjómanna. Já, sko Heiðrún Lind í þessari grein sagði bara berum orðum að það bara þessi leiðrétting sem hún kallar, það er að segja ykkar aðkoma í gegnum skattkerfið sé forsenda þess að gengi verði til samninga. Ef að það kemur ekki til greina af þinni hálfu, er þá eitthvað verið að fara að semja og endar þetta þá ekki hvað sem er með lagasetningu? Ef að það er þannig, og þá vil ég bara fá það skýrt og í rauninni ert þú kannski að segja mér ákveðna fréttir að útgerðin á Íslandi, að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, ákveðnir stjórnmálamenn og einhverju aðrir lögaðilar eru að krefjast þess að ríkið komi að því að styrkja sjávarútveg með þessum hætti, með sértækum aðgerðum í formi skattaafsláttar. Við erum að tala um það. Þá er það einfallega mjög ný krafa og ný nálgun á hálfu útgerðunar. Ég segi það og ég hvet deiluaðila sérstaklega til þess að huga að því hvaða félagslegu áhrif þetta verkfall er að hafa. Við verðum líka að hafa það í huga að 1. grein fiskveiðistjórnarlaga sem er eiginlega ein merkilegasta lagagrein sem við höfum atvinnuveg í landinu. 1. málsliður sameign þjóðarinnar, það er alveg skýrt þjóðin á fiskinn í sjónum. Síðan kemur að því að markmið lagana eru annars vegar þau að byggja upp hagkvæman sjávarútveg, verndan, sjálfbærni, en síðan kemur að því líka sem stendur líka með markmið lagana og það er að treysta byggð og treysta atvinnu í landinu. Og það verður að segjast eins og er. Útgerðirnar að brjóta já, það verður að segjast eins og er að því lengra sem líður, því fjarri erum við markmiðum 1. grein fiskveiðistjórnarlaga. Og ég held að það verður líka deiluaðila að hafa í huga. Þjóðin hefur falið þeim með ákveðnum einkarétti, nýtingarétti til þess að nota og ná í auðlindin í sjónum, öllum til hagsbóta, hafa gert það mjög vel á umliðnum árum. Við erum öll gríðarlega stolt af sjávarútveginum. En því lengur sem líður á verkfallið, því fjær erum við markmiðum 1. grein fiskveiðistjórnarlaga og mér finnst það miður. Og hvaða afleiðingar getur það haft? Já, ég held að til lengri tíma þurfum við náttúrulega bara einfaldlega að skoða aðra leiði fyrir ríkisvaldið að koma að deilum heldur en bara einfaldlega með því að setja fjármagn inn í greinina og það. Það er bara að skoða það. En eftir stendur að minni hálfu, ég sé það ekki, allavega í bili, ekki koma til greina að við komum að því með sértækum hætti. Ég undirstrika það að við munum fara yfir það hvernig hægt er að leysa deiluna með almennum hætti. Mér finnst að það kæmi líka vel til greina að þegar deilan er búin að menn fari í það að skoða skattkerfið þannig að allir verði með undir sömu regluna settir hvað varðar dagpeninga, fæðispeninga og svo framvegis. Bæði einkaaðilar þá flugfélögin og opinberir aðilar? Já, ég held líka að það fyrirkomulag sem er núna, þetta er pínlítið leifar af gamalli tíð
og bara það að skoða hvernig ákveðnar undanþágur í skattalögunum, ég held að það sé ekki heppilegt núna til lengri tíma litið. Við erum komið með því betur fyrir atvinnugreinar, við erum með sjávarútveginn sem náttúrulega breiða úr sér alveg á ótrúlega skemmtilegan hátt, hann ekki bara eingöngu núna veiðar og vinnsla, heldur virðiskeðja sjávarútvegs, hún orðið svo fjölbreytt, við erum að sjá nýsköpunar og sprotafyrirtækja á sviði hönnunar og sviði heilsu og lyfja og við erum líka að sjá mjög mikla fjölbreytni í markaðssetningu og fleira af okkar fiskafurðum. Þannig að ég held að í ljósi þess að við erum komið með fjölbreytta atvinnu og nálgun innan sjávarútvegs, þá erum við líka komið með aðra greinar eins og ferðaþjónustuna og hugverkaina sem að við eigum eiginlega að skoða þá leið almenn skattaleg áhrif á þessar greinar, ekki bara taka eina grein út fyrir sviga. Þannig að það kemur í rauninni til greina að bara afnema þetta dagpeningafyrirkomulagi yfir höfuð og breyta þá skattkerfinu bara einhvern veginn þannig að... Það sem ég myndi vilja sjá, að menn skoði þessa deilu, skoði ekkert óeðlilega kröfu að allir séu bara undir sömu regluna settir, að menn skoði það hvernig getum við einfalda skattkerfið, hvernig getum við gert það enn sanngjarnara og enn gegnsærra heldur en það núna. Það of mikill frumskór. Þannig að ég held að það sé eitt af því sem við lærum af þessari deilu. Ég held líka að við þurfum sérstaklega, eins og ég sagði áðan, að skoða það hvernig ríkisvaldi getur komið að því að styðja við dreifðu byggðir landsins og þau svæði sem hafa illa orðið fyrir verkfallinu. Þannig að mín skilaboð til deiluaðila næstu vikuna, gjöru þið svo vel, viljiði elsku vinir fara að semja. Ég ekki að fara að setja lög á sjómannadeiluna, ég vil líka benda á það að það þurfa að vera mjög ríkar ástæður til þess, mjög ríkar, til þess að ríkisvaldið fari og setji lög á deiluna og ég bendi meðal annars á mannréttindasáttmála Evrópu sem hefur ítrekað sagt að það og eiginlega tala gegn hvers konar inngripi ríkisins inn í stéttadeilur, vinnu- og stéttadeilur og það sama gildir félagafrelsi. Við höfum mikið að gera það síðustu ár og ekkert síður í sjávarútvegi heldur en annars staðar. Nei, alls ekki. Og hagsmunirnir ekkert minni núna en áður. Hagsmunirnir ekkert minni núna, en við verðum samt að huga því að það verða aðra kjaradeilur. Og það verða aðra stéttir sem eru líka gríðarlega mikilvæga fyrir samfélagið. Við erum að tala lækna, við erum að tala framhaldsskólakennara, við erum að tala ferðaþjónustuna. Allt hefur þetta þýðingu inn í það að byggja, það sem við köllum samfélagið, að byggja það upp. Og þá verðum við að spyrja hvenær réttlætanlegt að ríki grípi inni með sértækum hætti og hvenær ekki. Ég vil miklu frekar sjá það að ríkið koma því eins og hefur verið að gera á umliðnum árum með almennum hætti, með því að lækka, með yfirlýsingar lækkun tryggingagjalds, með yfirlýsingar það hvernig það ætlar að stuðla því að byggja upp húsnæði og leiguhúsnæði á landinu. Það eru almennar aðgerðir sem hægt að styðja þegar ríkisvaldið skiptir sér að vinnudeilum, en ekki sértækar. Mér okkar aðeins svona, útgerðarfyrirtækin eru náttúrulega óbúslega misjöfn, eins og komið hefur verið inn á. Þetta eru annars vegar óbúslega stórir aðilar og fjárhagslega sterkir og svo náttúrulega miklu minni og jafnvel nú löngu komnir í vandræði út af þessu verkfalli. Það hefur verið nefnt einhvers staðar að jafnvel sé það þannig að stóru útgerðirnar eigi þarna viðskiptatækifæri í því að halda úti svona lengi, þau hafi sterkari ítök innan SFS heldur en minni útgerðirnar og jafnvel bíði bara eftir því að minni útgerðirnar rúli og þær geti tekið þær yfir. Er þetta eitthvað sem þú vilt að fylgja sérstaklega með og kemur eitthvað neginn til greina að kippa inn í til þess að koma í veg fyrir þessa þróun? Ég hef ákveðnar áhyggjur á þessu, ég viðurkenni það alveg. Ég hef áhyggjur á því að það bara eins og oft í lífinu, henni sterku ná að vera lengur heldur en henni veikari. En ég vil samt vara við því að menn fari að búa til einhverja fylkingar innan útgerðina. Það sem ég held að menn þurfi miklu frekar að skoða og mér finnst við sjálfa svolítið þess vegna buðu meðal annars útgerðirna það að semja eftir mismunandi skipaflokku. Það eru ákveðnar útgerðir sem með yfir 50% launahlutfall, meðan aðrar útgerðir eru kannski með í kringum 40% launahlutfall. Þannig að þær eru misjafnlega í sveit settar til þess að koma til móts við annars eðlilega kröfur sjómanna. Ég hefði viljað sjá á einhvern tímann, þannig að menn horfi svolítið fram á við en byggja ekki á samningu sem eru kannski búnar að grunni til vera í 30-40 ár, að byrja kannski svolítið með uppblað og segja hvernig skynsamlegast að gera þetta. Skynsamt að semja
eftir skipaflokkum, er það rétt, línubátarnir eru verið settir í dag og frystiskipin meðan að uppsjávarskipin að gera það miklu betur. Þannig að ég held að þessa deilu fyrst verða að leysa sem fyrst og síðan getum við lært heilmikið af henni meðal annars að gera allt kerfið einfaldara, gegnsærra og aðgengilegra fyrir sjómenn sem útgerðarmenn. Því við þurfum að báðum þessum stéttum að halda og við viljum styðja þær eftir bestu getu en þetta á þeirra ábyrgð, deiluna verða þeir að leysa. Þorgerður Katrín komst ekki lengra með þetta, ég vona að þú náður að leysa þetta. Við verðum hér aftur að viku liðinni í Silfrinu. Þakka fyrir okkur.